Góðan daginn, ég heiti Egill. Ég heiti Sverrir. Og ég er Ívar. Og við ætlum að kynna fyrir ykkur andlegan styrk. Andlegur styrkur, hvað er það? Það er ekkert að vera sterkur í mótlæti, að geta haldið upp aga þó svo það sé erfitt. Að setja sér markmið, að geta verið glaður, sama hvað dynur á. Sjálfstraust og agi er lykillinn að árangri. Ef þú ert andlega sterkur er þér alveg sama hvað öðrum finnst um þig. Ekki er nóg að vera einungis líkamlega sterkur og með mikla hæfileika til þess að ná langt í íþróttum því að hugurinn þarf að fylgja með. Hvernig þjálfar maður andlegan styrk? Til eru nokkrar leiðir til þess að byggja upp andlegan styrk. Þar má nefna að fara til íþróttasálfræðings, að tala við sjálfan sig fyrir fram að spegil á hverjum degi, að hugsa öðruvísi en venjulega, að taka lífinu vel með því að vera jákvæður. Psychotherapist. Hvernig tengist markmiðasetning andlegum styrk? Þegar maður vil vera andlega sterkur þarf maður að setja sér markmið. Markmiðin geta verið fjölbreytt og hljóma svona. Í þessari viku ætla ég að sofna fyrir klukkan 11. Algengustu mistökin í markmiðasetningu er að setja sér of háleit markmið eða markmið sem ekki hægt að tjekka við. Betra er að setja sér mörg lítil markmið sem er hluti af stóra langtíma markmiðinu. Dæmi of háleit markmið er til dæmis: í þessari viku ætla ég að geta tekið 100 kíló í bekk 4 sinnum, þegar maður veit alveg að maður er ekki hægt. Sigla, hvað er það? Manneskja sem býr yfir siglu er jákvæður gagnvart lífinu, er sjálfsöruggur, er velbúinn gegn stressi, hefur trú á eigin getu, er sjálfræði og ábyrgðarfullur, setur sér markmið, heldur aga og ræktar sér góða venjur. Hvað er áhugahvöt? Í raun stjórnar áhugahvöt daglegu lífi fólks. Hvað sem gerir, það verður alltaf að vera áhugi fyrir því sem þú ætlar að gera. Áhugi eða hvati þarf alltaf að vera til staðar til að hegðun eigi sér stað. Sé hvatin ekki til staðar, þá sjáum við engan tilgang með hegðunni og hún verður ekki að veruleika. Wake up with determination, go to bed with satisfaction. Takk fyrir okkur. Takk. Húk.